Komið þið sæl. Í þessum þætti ætla ég að fjalla vandamál sem að heitir tölvufíkn, tölvu- eða leikjafíkn. Hann ætlar að koma til mín í spjall strax eftir auglýsingar, hann Reinar Kári Bjarnason, sálfræðingur, en hann að sérhæfa sig því að meðhöndla þetta vandamál sem að tölvufíkn getur verið. Ég ætla líka að fara upp í epli og tala þar við hann Ólaf Sólimann sem að segja mér frá og sýnir mér iPhone 6. Fyrir þá sem að hafa gaman að því að syngja, búa til lög eða vinna eitthvað sambandi við tónlist, að þá Hljóðheimar að bjóða upp á það að taka upp söng, taka upp hljóðfæraspil eða vinna bara svona almenna stúdíóvinnu, og þeir einnig að bjóða upp á námskeið fyrir þá sem vilja læra eitthvað sambandi tónsmíðar. Ég ætla að tala við Guðna Einarsson sem að sér þetta allt saman og ég ætla bara að fara þangað strax og spurja hann Guðna í rauninu hvað þarf að gera til þess að vinna eða koma í stúdíó og láta taka upp söng eða einhvern hljóðfæraspil. Það bara mjög einfalt. Fólk byrjar á því að hafa samband við okkur og svo hittum við það hérna niður í Hljóðheimum og svona, förum yfir málin og svo þurfum við náttúrulega að fara yfir tónlistina, eða það að segja tónlistastefnuna sem við ætlum að taka og jafnvel rennum í eitthvað rennsli eða eitthvað slíkt og svo förum við í upptökur. Þarf fólk að kunna eitthvað á sérstaklega hljóðfæri ef það ætlar að koma hingað? Nei, það þarf það ekki. Það náttúrulega skemmir ekki fyrir að kunna eitthvað, en nei, það þarf alls ekki að kunna neitt, sko. Hafið þið uppgötvað einhverja stórstjörnur hérna hjá okkur? Herru, já, það hafa nú verið hérna einstaklingar sem hafa farið ansi langt og að gera það mjög gott. Bæði hérna ungir og aldnir, en aðalega ungir. Hvað verður efnið svona, þegar þið eru búin að taka upp hérna? Bæði kannski undirspil og söng. Hvað gerir svo við efni? Þetta sett á geisladiska í dag eða notið ykkur aðra leiðir? Sko, eins og þetta í dag, þessi markaðurinn, þá geisladiskurinn svolítið að fara út og í rauninni þá fólk mikið að setja þetta bara á netið og vinna þetta þaðan. En svo náttúrulega hérna, sem ég finnst reyndar mjög góð þróun að vínillinn að koma sterkur inn aftur. Svona orðið svolítið köld fyrir vínil. Það framleitt hérna á Íslandi eða þarf við að senda það bara? Það sendt út og hérna, það nú yfirleitt útgáfufyrirtækin sem sjá það og hérna, eins og hérna heima þá svona stærstu böndin að gefa út á vínil. Og hérna. En þið eru líka með kennslu? Já. Þetta einhver skóli eða? Já, við höldum uppi hérna litlum skóla þar sem við erum að kenna aðalega pródúseringu og kenna fólki hvernig það á að búa til elektróníska tónlist. En við erum einn í upptökum og hljóðblöndun og þess áttar. Og hverjir eru það sem að koma í svona námskeið eða skóla hjá okkur? Þetta eru bara, þú veist, allt frá 13 ára guttunum upp í 65 ára kallinum sem vildi alltaf læra, sko. Fyrir þá sem vilja afla sér upplýsingar, hvert berið þeim að leita til ykkar? Það bara að hringja eða fara á netið? Já, það bara að hringja eða fara á netið, hljóðheimar.is. Þú getur líka að finna okkur á Facebook sem facebook.com/hljóðheimar. Næst ætla ég að fara upp í epli og tala við hann Ólaf Sólimann og hann ætlar að sýna mér iPhone 6. Já, hann orðinn mun þynnri, hann orðinn léttari, þar af leiðandi, og stærri eins og var. Þannig að þetta kannski fyrstu útlitsbreytingar sem fólk tekur eftir. Hann kemur með nýju stýrikerfi sem iOS 8. Hægt að nota þetta iOS 8 á fleiri tæki eins og eldri síma og hvað með iPad? Já, það gengur á flest eldri tækin, iPhone 4 hins vegar og yngri. Það eru tækin sem detta út með þessari stýrikerfisuppfærslu. Þau eru hins vegar sjálfsögðu að notæfa áfram með eldra stýrikerfi. En svo 4S, iPhone 5, 5S, þeir fá allir uppfærsluna sem það koma út. Þetta voru tvær tegundir að síma það ekki? Það kom 6 og svo einhver annar, stærri? 6 Plus. Og Plusin, þá voru þeir að svara eftirspurn eða eftirkalli sem hefur verið svokallað Fablet sem blandað síma og spjaldtölu, eða phone og tablet. Og hann talsvert stærri, hann sko 5,5 tómur sá skjár
og það er stundum svona fólki finnst hann stundum of stór. Hvetur fólk bara til þess að koma og skoða. Eru þessi símar komnir í hús til ykkar hérna niður í Epli? Nei, það er ekki byrjað að selja símana hérna á Íslandi í dag. Apple er ekki byrjað að dreifa á Íslandi í dag. Og við reiknum með því svona, maður getur reiknað með því seinni hluta október, byrjun nóvember, jafnvel fyrr sko. Apple er búið að gefa út að það verði hérna dreifingin færi á stað í öllum löndunum sem þeir eru með samninga. Þannig að fyrir jól. Já. En stýrikerfið, EOS 8 stýrikerfið, það er komið út og menn geta þá sótt það í tækin sín. Já. Breytingarnar þar? Já. Sko breytingarnar þar eru meira og minna svona under the hood, eins og maður getur sagt á góðri íslensku. Hún er aðalega fyrir hugbúnaðarþróunir að stórum hluta. Og ólíkt því sem var í iOS 7, þar sem útlitsbreytingin var mjög augljós og fólk var mjög vart við sumir sögðu að það væri eins og að fá nýjan síma. En núna er þetta meira verið að kerfið er opnara, það eru meiri leiðir fyrir hugbúnaðarþróunir til þess að nýta sér sem sagt stýrikerfið og geta þar að leiðandi gert ýmislegt sem þeir gátu ekki áður. Þannig að við eigum eftir að sjá það allt gerast meira og minna eftir því sem að nýju öppin fara að þróast og breytast. Og nú í dag til dæmis getur maður séð sko, sum forrit eru komið með tengingu við health forritið. Það er skrefateljari ef að fólk er að hjóla eða hlaupa, þá fer allt það inn í health. Og health er samastaðurinn fyrir það. Sömulegis þeir sem eru með næringabækur í þjálfuninni sinni, þeir geta nota health til þess að halda utan allt saman. Geturðu verið með eitthvað svona jaðartæki þá við síman út af þessu health? Þú getur verið með það. Við höfum verið með mörg jaðartæki sem heita iHealth og það er til dæmis þetta til þess að taka blóðþrýsting, vikt til þess að mæla þyngdina á sér og fleira. Við höfum líka verið með Nike Fuel og það hlaupatengingin sem fara inn í það. Þannig að það er hellingur af jaðartækjum sem tengjast health og það er greinilegt að þetta á eftir að vera stórt og þetta er rosalega aðgengilegt. Þetta hefur verið nefnilega bundið við sérstök forrit og núna með health er þetta alltaf á einum og sama stað. Sömuleiðis ertu með í health svona það sem kallast sjúkraskírteini hálfgert, þar sem þú ert til dæmis með hvaða tengilið á að hafa samband við ef eitthvað kemur upp á, hvaða blóðflokk ert í og já, allar þær upplýsingar sem hugsaðar þar. Stýrikerfið er komið náttúrulega fyrir iPad líka. Já. Einhverja breytingar þar, eins og alltaf í myndavélinni? Já, myndavélin tekur miklum breytingum í iPad og þar eru búið að aukast möguleikarnir. Það er komið panorama möguleikinn, timelapse og slow motion eins og er í símanum. Og það er allt komið í iPadin líka og gerir myndavélina miklu skemmtilegri. Hún er persónulega mjög hrifin af slow-mo, það hægir á myndinni allri og það bara lítur allt meira cool ef það er svona í slow-mo feeling og timelapse hefur verið mjög rosalega vinsælt upp á síðkastið á netinu og mikið notað. Fyrir þá sem að vilja uppfæra og eru kannski ekki búin að því. Kostar eitthvað þessu uppfærsla? Nei, uppfærslan er frí og það er bara settings og software update og ef það er rauð kúla með einu mert þá ætti fólk að finna það strax. Bara passa sig að vera með á þráðlausa netinu, ekki nota 4G eða 3G tenginguna í það. Ég ætla að sýna næst myndband sem að ég fann á netinu þar sem að sýnt hvernig hægt að nota svona stensla við stimplasteppu við að búa til svona evrópskt munstur í bílaplani. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens. Étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as
Ég ætla að hleypa að auglýsingum og strax eftir auglýsingar ætla ég að tala við hann Reynar Kára Bjarnason sem sálfræðingur og að sérhæfa sig í því að meðhöndla tölvufíkn eða leikjafíkn.